Fundur settur í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. Ég vil bjóða velkomin Tryggva Gunnarsson umboðsmann Alþingis, Maren Albertsdóttur aðstoðarmann umboðsmanns, Særúnu Maríu Gunnarsdóttur skrifstofustjóra og Vilhelmínu Ósk Ólafsdóttur forstöðumann frumkvæðismála. Velkomin öll. Efni þessa fundar skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2017. En samkvæmt lögum þingsköp Alþingis hlutverk nefndarinnar að fjalla skýrsluna og fá kynningu á henni. Kynning umboðsmanns á skýrslunni hefur farið fram á opnum fundi allt frá 2008 þegar sú heimild að halda opna fundi var sett í þingsköp Alþingis. Við gerum ráð fyrir að fundurinn standi til 11 en vona að allir hafi þolinmæði ýmist til þess að vera örlítið lengur eða skemur ef þurfa þykir. Formaður biður nefndarmenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndarfundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis og fyrirkomulagið með þeim hætti að fyrst mun umboðsmaður Alþingis kynna skýrsluna og að því loknu gefst fundarmönnum og nefndarmönnum kostur á að spyrja spurninga. Og nefndarmenn beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skulu nefndarmenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðna fundarefnið sín á milli. Nefndarmenn og gestir eru jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður á svona opnum fundi. En þá bara bið ég umboðsmann að hefja hér mál og kynna fyrir okkur þessa skýrslu. Já, ég vil byrja því að þakka fyrir þetta ekki bara að fá að kynna þessa skýrslu og þá starf umboðsmanns. Eins og formaður nefndi þá hér með mér þeir nánustu samstarfsmenn mínir við úrlausn mála. Þó að þetta sé persónulegt starf og maður sé kjörinn til þess að Alþingi að þá gerir maður þetta ekki einn allt saman. Þannig að þær eru hér með mér sem að sinna þessum störfum sérstaklega því að varða svona stjórnun og afgreiðslur með mér. Sú skýrsla sem hér liggur fyrir fyrir árið 2017 og þetta úrlausnin sem stafa annars vegar frá mér fram til loka ágúst þess mánaðar en síðan var Þorgeir Ingi Njálsson settur umboðsmaður samhliða kjörnum umboðsmanni á tímabilinu 1. september til 31. desember og hann sinnti þá daglegum störfum umboðsmanns og afgreiðslu kvartana en á þeim tíma þá fékk ég tækifæri til að huga aðeins áfram að þessari vinnu á samantekt á fræðsluefni fyrir starfsfólk stjórnsýslunnar og síðan kom það í minn hlut að vinna að skipulagi frumkvæðismála og koma þeim í farveg en það á sama tíma eru líka ákveðnar breytingar hjá starfsmannahaldi hjá okkur þannig að það var talið heppilegast að ég héldi áfram við það. Það verður segjast eins og að árið 2017 það var fjöldi kvartana og afgreiðslra mála áþekkur og verið hefur núna allra síðustu ár. Það var núna verið svona 400 kvartana sem hafa komið á ári en voru á árunum 2011 og 2014 og yfir 500. Eins og kemur þetta fram í skýrslunni sem á blaðsíðu 11 að þá hefur okkur tekist að halda bærilegum afgreiðslutíma á innkomnum kvörtunum og þið sjáum þarna að það nefnt að í árslok 2017 þá var búið að afgreiða rúmlega 80% þeirra kvartana sem bárust á árinu og þar hafði okkur tekist að ljúka 52% þeirra innan mánaðar og 89% innan 4 mánaða og það voru ekki 90 nema og þá voru búin að 95% innan 6 mánaða. Ég bara get nefnt að hér að það tölur sem ég hef afgreiðslutíma mála í ár benda til þess að við séum búin að ná að afgreiða nær 70% þeirra mála sem hafa komið inn á árinu innan mánaðar. Við höfum lagt áherslu á það og það hefur gengið bærilega og þökk sé miklu starfi starfsmanna minna að við höfum lagt miklu áherslu á það að þeir sem að leita til umboðsmanns fái sem allra fyrst niðurstöðu það hvort að umboðsmaður getur eitthvað sinnt málinu. Það kann að vera svo staða að málið uppfylli ekki skilyrði, þá vanti að tæma kæruleiðir eða málið sé þess efnis að við getum ekki sinnt í öðru leyti og reynsla sýnir að þessi mál sem ekki fara áfram til frekari athugunar hjá okkur eru kannski og yfir 60%. Þannig að þið sjáuð að okkur tekst á að koma þessu sem allra fyrst til fólks og það getur þá ákveðið hvort að það fer annað eða stundum til ykkur þarf það að kæra og málin koma svo síðar til okkar. En ég bið ykkur að hafa það í huga að þessi úrvinnsla tekur allnokkuð tíma vegna þess að við höfum alltaf passað upp á það að reyna að leiðbeina fólki
það fá upplýsingar að hvert það geti leitað en þetta sem sagt árangur sem ég stoltur af. Ég líka bendi ykkur til þess að þið getið séð í samhengið af þessar tölur á blaðsíðu 50 þá birt yfirlit yfir það hvernig málin eru afgreidd og þá sést það til dæmis að það er hvað 66,8% þessara mála sem að í raun og veru ekki fara áfram og það eru 33,2% sem að lokið þó eftir að hafa fengið skýringar eða með áliti. Þannig að þessar tölur hafa þá samhengi við það sem að við höfum búin að vera að reyna að ljúka núna. Nú í þeim tilviku þegar við tökum mál til athugunar þá ræðst fram afgreiðslutíminn fyrst og fremst af því hversu fljótt við fáum svör frá stjórnvöldum. Og almennt það nú þannig að þessi svör koma tiltölulega fljótt. Nú ef það brestur á að þau kom ekki þá og stjórnvöld hafi ekki beðið fresti þá ítrekum við þetta bréflega. En það kemur nú fyrir að þær ítrekanir ber ekki árangur. Og það er rétt að nefna það að því að kemur fram hér síðar að í júnímánuði síðastliðin þá vorum við til dæmis komin í þá stöðu að því varða menntamála og menningarmálaráðuneytið að við biðum eftir 11 málum og biðtíminn var orðinn verulegur. Nú þetta var svo ítrekað aftur í september í báðum tilvikunum þá hafði ég beint samband við ráðherra og gerði grein fyrir þessu og í kjölfari fóru nú að berast svör en lengsti biðtíminn ég held að það hafi verið 1 ár og 7 mánuðir. Núna eru af þessum 11 málum þá erum við ekki búin að fá 4. Eitt af því er reyndar þannig að við erum að bíða eftir svörum þegar eitthvað gerist í málunu þannig að það ræðst þó af því hvað framvinda máls í ráðuneytinu en þetta setur okkur í vanda. Ekki bara við að koma málunum og afgreiða þau, en þetta líka vandagagnvart til fólkið sem leita til umboðsmanns. Það skilur líkt í því hversum í óskupunum það kom engin svör. Og við eins og þið þekkið þá höfum við nú engar valdheimildir til hlutana. Maður getur einungis bent á og vakið athygli og þó að þarna sé tekið með vendi 1 tilvik þá eru þetta önnur dæmi. En okkur tekst nú yfirleitt að koma þeim til betri vegar en þetta er í raun og veru lykillinn að þessu að við getum gert þetta. Nú það er líka mjög mikilvægt að þessi svör séu þá greinagóð þannig að við þurfum nú ekki að vera að skrifa aftur og aftur. Nú það er auðvitað alveg ljóst að í sumum tilvikum þá taka mál hjá okkur allnokkur tíma og ég bið ykkur þá að hafa í huga að við erum í þeirri stöð að við erum að sinna eftirliti. Við erum að sinna eftirliti með framkvæmd mál í stjórnsýslunni mála sem hafa ákveðið samhengi. Stundum í raun og veru er óþægilegt að afgreiða eitt tiltekið mál vegna þess að það hefur samhengi við önnur. Og til þess að ná fram umbótum að því að verða þessi mál þá getur oft þurft að taka fleiri mál saman. Og það mun til dæmis birtast núna frá okkur mála næstunni sem lúta til dæmis að tilteknum atriðum í störfum þessara úrskurðarnefnda þar sem við erum að vekja athygli og draga ykkur hugsanlega að borðinu varðandi það hvaða stöðu borgararnir eiga að vera í þegar þeir bera fyrir sig til dæmis að eitthvað sé í andstöðu við stjórnarskrá, mannréttindasáttmála og slíkar þjóðréttarlega skuldbindingar og það er til dæmis líka vandamál sem við erum að glíma við núna að borgararnir fá einhverja úrlausnir þarna en þeir fá engar leiðbeiningar það hvert þeir eiga þá að fara. Það eru svona mál sem oft vilja dragast hjá okkur. Nú þannig að þó að við náum að afgreiða þetta sem með tiltölulega góðum hraða þá bið ykkur að hafa það í huga að það eru auðvitað alltaf einhver mál sem að bara efnisins vegna taka lengri tíma og við þurfum að hafa tíma til að skoða. Nú það sem setti kannski sérstakann svip á árið 2017 hjá umboðsmanni voru ákveðnar breytingar sem gerðar voru á skipulega og starfsháttum á skrifstofunni. Nú við vorum þar að fylgja eftir auknum fjárveitingum frá Alþingi og þetta hafði annars vegar það markmið að við vorum að skipuleggja og ná betri utanumhaldi utanum frumkvæðismálin og við vorum líka bara að styrkja rekstur skrifstofunar, fjármál og rekstur. Þó að það voru þarna ákveðin fækkun kvartana þá hefur svo sem ekki gefist mikið færa á því að færa fólk yfir í önnur verkefni en við erum þó að gera það og munum halda því áfram. 1. mars 2017 þá tók til starfa sérstök starfseining frumkvæðismála undir stjórn forstöðumanns, löglags forstöðumanns
Vilhelmína sinnir því núna og þar undir líka OPCAT. Það að segja það verkefni sem að Alþingi hefur falið umboðsmann að sinna og þið munum væntanlega fá til frekari umfjöllunar hér í þinginu á næstunni vegna þess frumvarps sem nú hefur verið lagt fram. Og á blaðsíðu 23 þá gerir ég frekar grein fyrir þessum undirbúningi okkar. Á árunni 2017 þá lá þessi ákvörðun fyrir að við ættum að fara í þetta. Við hófumst þegar handa við undirbúa þetta. Við höfum leitað þanga hjá nágrannastofnunum okkar sem að fást við þetta líka. Nú gengur síðan frá ráðningu á starfsmönnum í þetta í sumar og þeir komið til starfa með haustinu. Það annars vegar höfum við sem starfa undir stjórn Vilhelmínu. Það sem það við höfum ráðið sálfræðing til að sinna þessu og við erum með lögfræðing sem að muna hluta til að sinna þessu. Nú við höfum byggt upp líka læknisfræðilega þekkingu bak við þetta og gerum ráð fyrir því að hefja þetta starfa því að varðar opinbera aðila í þessum mánuði. Við býðum að því að varðar einkaaðilana þar til að þetta lagafrumvarp hefur hlotið afgreiðslu. Nú við getum þá rætt það kannski frekar ef það áhugi fyrir því að síðar. Nú helstu viðfangsefnin, það hefur verið gjarnan gerð grein fyrir þeim í skýrslunni en það verður að segja eins og að þetta mjög keimlíkt því sem hefur verið á síðustu árum að því að varða málaflokkana og við höfum jafnframt farið þá leið hér í þessari skýrslu eins og áður að gera aðeins grein fyrir svona framkvæmd að því varða til dæmis stjórnsýslulögin og við nefnum hér sérstaklega til dæmis þessar grundvallarreglur eins og lögmætisregluna. Það kannski forvitilegt fyrir ykkur að sjá þetta mál sem að nefnt þarna að því varðar starfsreglur bankar á Seðlabankans. Það dæmi þetta að gjarnan það einhver svona ásókn aðila sem starfa, sérstaklega kannski þeirra sem koma utan frá inn í stjórnsýsluna, að yfirfæra á stjórnsýsluna einhverja reglur af einkamarkaði. Og þarna undirbúnar starfsreglur fyrir bankaráðið og það sótt fanga í starfsreglur þá fyrir hlutafélög í atvinnulífinu. En þær bara eiga ekkert við starfsemi hins opinbera ræðst af lögum og slíkum reglum og þá eftir atvikum heimildum til að setja nánari reglur. Þannig að menn þurfa alltaf að vera vakandi yfir því hlutverki sem þeir hafa með höndum. Nú við nefnum hérna líka meðalhófsregluna. Og þar undir er mjög vandasamt mál. Það þannig að það kemur upp í framhaldsskóla atvik þar sem að einn nemandi hafði haft uppi athafnir sem að voru virkilega alvarlegar og þá kemur upp spurningin hvernig á að bregðast við því. Og þá reynir á að það sé gætt meðalhófs með tilliti til þess viðfangsefni sem þessi opinberi aðili að sinna. Sem ju fyrst og það að sinna þeirri fræðsluskyldu sem hvílir á ríkinu gagnvart þessum ungmennum. Og þarna farin sú leið að vísa viðkomandi bara ótímabundið úr skóla og settur umboðsmaður gagnrýndi það og gerði athugasemdir við að þar væri ekki gætt að þessu. En þetta kannski til marks þann vanda og það mikla inngrip sem að stjórnvöld fara oft með gagnvart einstaklingum. Þarna því mann 16 ára unglingur sem vikið úr skóla. Hvaða ráðstafanir gerðu yfirvöld til að tryggja skóla möguleika hans áfram? Ég held að maður verða að horfa svolítið á það alveg óháð í raun og veru hversu alvarlegt þetta brot viðkomandi einstaklings var. Við verðum að gæta því hvaða skyldur hvíla líka á hinn opinbera og gæta þar meðalhófs. Nú á blaðsíðu 19 þá aðeins vikið að því viðfangsefni að umboðsmanni var falið núna fyrir nokkrum árum að hafa eftirlit með tilteknum siðareglum í stjórnsýslunni og það þær siðareglur sem settar á grundvelli laganum stjórnarráð og laganum opinbera starfsmenn og það hefur svo sem ekki reynt mikið á þetta. Við höfum ekki fengið mikið af kvörtunum. Við höfum í vissum tilvikum nefnt þetta í fyrirspurnum okkar til stjórnvalda þar sem við viljum fá viðhorf þeirra til þess hvort það gæti verið að þessum reglum. En þarna nefnt eitt mál þar sem að það kemur fram frá formanni stjórnmálaflokks rétt formanni þingflokks athugasemd að fjármálaráðherra þáverandi
hafi dregið að birta tiltekna skýrslu og það bent á það að þetta sé brot á siðareglum. Nú kemur fram svo yfirlýsing þessa fyrrverandi fjármálaráðherra að hann viðurkenni það að það hefði verið eðlilegra og betra að birta þetta fyrr og þá áður en að þessar alþingiskosningar átt sér stað, þannig að það var rétt að taka þetta með inn í umræðuna. Og þá kemur þessi aðstæða sem ég bið ykkur að hafa í huga. Hvers eðlis eru siðareglur? Jú, þetta sammæli þeirra einstaklingar sem ætla að fylgja því, hvernig þeir ætla að standa hlutunum. Hvað á að gera þegar að viðkomandi einstaklingar hafa viðurkennt að hafa ekki starfað í samræmi við það? Er hægt að gera eitthvað frekar? Þá hlýtur að reyna fyrst og þá spurninguna, er einhverja aðra reglur brotnar? Þannig að ég bara vek athyglingar á þessu vegna þess að það eru því miður kannski bundnar of miklar væntingar við þetta fyrirbrigði sem siðareglur eru. Það eru nauðsynlegar og geta verið gagnlegar, en þá verða líka þeir einstaklingar sem mega fylgja þeir vera svolítið virkir í að gera það sjálfir. Það er ekki neitt refsivöndur þar nema hann sé þá einhvers staðar festur á blað. Á blaðsíðu 20-21 í skýrslunni þá vakið máls á tilteknu atriði sem hefur svolítið verið áberandi í umræðinu og umboðsmaður hefur svo sem fengið að heyra að það er alltaf verið að finna því að það séu reglur í opinberum starfsmannarétti áminningar starfsmanna. Og þetta nú talið vera eitthvað rosalega erfitt og flókið mál og þetta sé náttúrulega allt öðruvísi á einkamarkaði. Og undir þessari umræðu höfum við og dómstóla setið, svo ég taldi nú rétt að rifja það upp hér í þessari skýrslu að Hæstiréttur Íslands hefur ekki gert minni kröfur að því varðar einkamarkaðin. Það er að segja að áður en til uppsagnar kemur á þessum grundvelli þegar það varðar einhverja hegðan starfsmannsins að þá fái viðkomandi einhverja aðvörun og áminningu það þannig getur bætt úr þessu. Og það allnokkrir dómar þar sem á einkamarkaði hafa verið greiddar bætur. Og það sem ég að draga fram það að menn átti sig á því vandinn í þessum málum sönnun. Það er að segja sönnun að áminningin hafi farið fram, menn hafi fengið að vita hvað var að og það akkurat það sem oft brestur á í þessum á einkamarkaðnum. En vegna þess sérstaka eðlis að opinberir forstöðumenn að fara með vald gagnvart þessum starfsmönnum í umboð okkar, almennings, umboð ykkar, þá voru settar reglur hvernig ég að standa að þessu. Og þetta bara til þess að undirstrika það að þarna opinberi markaðurinn ekki í neitt sérstöðu. Og bara til þess að menn kannski komist út úr þeirri villu. Eitt af því sem við höfum rekið okkur á núna í kjölfar þess að sveitarstjórnarlögunum var breytt 2011. Þar var, eins og rakið þarna í skýrslunni á blaðsíðu 21, þar var sérstök áhersla lögð á það að samhliða því að möguleiki til þess að kæra beinlínis stjórnvaldsákvarðanir sveitarfélaga, kæra ákvarðanir var þrengdur niður í stjórnvaldsákvarðanir, að þá var kveðið á það og lögð áhersla á það að það yrði aukið frumkvæðis eftirlit með sveitarfélagunum. Hvers vegna? Jú, þó að sveitarfélögin séu sjálfstæð og á sérstöku stjórnsýslustigi, þá fara þau í mörgum tilvikum með veruleg mikla framkvæmd lag og regla og málefna gagnvart borgurunum. Og það skiptir máli í vissum tilvikum að þetta sé samræmt og að það sé gætt að ákveðnum meginreglum sem að lúta að sveitarstjórnarréttinum. Og þess vegna var lögð þessi áhersla og auka þetta eftirlit. Ég finnst veitt í athygli og það var tilefni umfjöllunar á þessu ári, 2017, að það hefur þurft mjög mikið að koma til þess að sveitarstjórnarráðuneytið tæki þessi mál og sinnti þessu eftirlitshlutverki. Og til dæmis bara einfaldur hlutur eins og það gera þeim sem leita til ráðuneytisins grein fyrir því hvers vegna ráðuneytið telur þá ekki tilefni til að sinna þessu eftirliti. Það hefur verið afskaplega, var á þessum tíma afskaplega fábrotin svör sem fólk fekk, en það þó búið að bæta úr því núna. Og við höfum gjarnan farið þá leið að spyrja ráðuneyti, býttu við, þetta mál á því sviði sem eðlilegt að þið sinnið, því að það jú að reyna að fara þá leið að tæma leiðirinn að stjórnsýsluna áður en að farið með þetta út fyrir stjórnkerfið.
Frumkvæðismálin, það er því ég segði hérna áðan, við hérna gerðum okkur skipulagsbreytingar þarna árinu 2017. Það urðu líka breytingar á starfsmannahaldi þar, þannig að við náðum ekki að gera kannski jafn mikið og við ætluðum að gera. Við fórum þá í það sem er auðvitað nauðsynlegt núna til framtíðar, að það er að breyta svolítið venjulagi og verklagi, og ég er að vona að það sé að skila okkur árangri núna þessu ári. Þeir sáu til dæmis í sumar, þá skiluðum við áliti að því varðaði hérna húsnæðismál utangarðsfólks. Við munum væntanlega á næstunni skila áliti þar sem fjallað er túlkaþjónustu og aðgengi erlendra einstaklinga sem hér dvelja að stjórnsýslunni. Þarna erum við svona að taka á ákveðnum vandamálum sem við getum dregið saman upplýsingar komið því þá til stjórnvalda og þingsins, og það er þá þingsins að vinna úr því. Það verður að segja alveg sem til svo er að hérna, ég held að þetta frumkvæðiseftirlit umboðsmanns, þetta verður ekki einhver massi af málum á hverju ári. Þetta verður tiltölulega fá mál, en vonandi tekst að vinna þau vel og vanda þau. Það er líka auðvitað á þessum tímallimi sem ég hef nú verið að fylgjast með þessu og fórstuði þetta, það var orðið svolítið breyting á hlutverki þingsins í þessu eftirliti. Þingið og þingmenn eru orðið margvægt virkar í þessu eftirliti með fyrirspurnum, takandi málun upp til umræðu, og ég hef alltaf sagt að ef að búið er að koma málum inn á vettvang þingsins, já þá á umboðsmaður ekki vera að skipta sér af því. Hann sér þá til hvernig málum reiðir af, og ef eitthvað stendur út af, þá er þetta að fylgja því eftir. Nú, það gerð þetta grein fyrir svona tölfræðin í þessu. Við lögum þarna einu máli og svo voru 3 mál sem voru tekin til sérstakrar athugunar. Nú, það eru hérna... Já, nei, við hófum 1 mál á árinu og tókum svo 3 sérstaklega til athugunar, og sumt af því er enn til athugunar hjá okkur. Við lögum þarna 4 málum. Og svo voru forathuganir, það sem við erum að spyrjast fyrir hluti til þess að átta okkur á því hvort það er tilefni til þess að umboðsmaður fjalli þau. Það er líka ekki síst gert til þess að vekja þá athygli stjórnvalda að þarna sé eitthvað sem að þurfa að huga betur að. Og oft leiðir þetta til þess að stjórnvöld taka boltan og koma málum í betri farveg. Og sem að þessum málum sem að við lokuðum árinu 2017 eru þetta til merkis það. Og svo er þarna meinbugir sem við komum til hérna stjórnvalda og þingsins. Við höfum líka farið þá leið að því að við erum búin að fjalla ýmis álitaefni, og ég hef áður nefnt við ykkur að það þjónar litlum tilgangi að vera stöðugt að klifa á og skrifa löng álit sömu atriðin. En hins vegar er nauðsynlegt að halda kannski stjórnvöldum upplýstum það að þetta sé ekki alveg í lagi. Og þá höfum við í þeim tilvikum þar sem að við sjáum ekki að við getum breytt neinu í þágu þessin leita til okkar. En hins vegar sé ástæða til þess að halda stjórnvöldu við efnið að því að varðar umbætur í að laga hlutina. Að þá höfum við farið þá leið að loka málum en senda stjórnvöldum ábendingar. Og þið sjáum hér í skýrslunni á blaðsíðu 38 til 41 að þá er einmitt birt svona yfirlit yfir slíkar ábendingar. Og það kemur svona fram örlítið lýsing á því að hverju þetta snýr, og við erum þá vakandi yfir því hvort að þetta leiðir til umbóta eða hvort við þurfum að grípa inn í síðar. Að því varðar hérna tölfræðina þá hef ég nú áður nefnt í raun og veru þau veigamestu atriði. Þar er á blaðsíðu 53 og áfram birt yfirlit yfir viðbrögð við tilmælum umboðsmanns, og þarna á blaðsíðu 53 gerum við grein fyrir því að þegar við erum að undirbúa þessa skýrslu þá höfðu okkur ekki borið svör frá mennta- og menningarráðuneytinu vegna álits, og það verður að segjast eins og þau bárust í gær. En við erum nú ekki búin að fara yfir þau. En þetta er auðvitað bagalegt, að geta ekki gert ykkur strax grein fyrir því hver afstaða ráðuneytanna er eða stofnana til þess að fylgja þessu.
og gera þá viðeigandi ráðstafanir ef við erum ekki sátt við það. En almennt það þannig eins og við sjá að þessu yfirliti að þessum tilmælum umboðsmanns fylgt. Við vitum ekki annað nema að það er einstaka undantekningar þar frá, geta verið mismunandi meiningar og við verðum þá að fylgja því eftir og vinna úr því. Nú, ef okkur líst ekki á þau viðbrögð sem við fáum og teljum að þau séu andstæð því sem á að vera, þá verðum við bara að gera þinginu grein fyrir því og það kemur þá að því ef slíkt að ræða. Nú, hér eru svo rakinu ákveðin mál sem var fjallað á árinu. Ég ætlaði kannski að ljúka þessu orðum mínu með því að draga það fram að í þessum málum og í þessar umfjöllun eru kannski ákveðin skilaboð líka til þingsins. Ég hef aldrei sagt það áður hér á þessum fundum að starf umboðsmanns á að vissu leyti geta verið svona spegill fyrir þingmenn inn í stjórnsýsluna, sjá hvernig unnið úr þeim verkum sem að þið sendið þangað, því það ju umboðsmanns að fylgja því eftir að borgararnir fái þessi réttindi og þá þjónustu sem að þið hafið ákveðið. En nú það þannig að í vaxandi mæli þá erum við að tengjast hinu alþjóðlega umhverfi. Við erum að staðfesta og fullgilda alþjóðasamninga og það viljið til þess að laga framkvæmd og lög taki mið af þeim. Og við sjáum til dæmis hérna á blaðsíðu 71 rakið mál sem lautað akstursþjónustu fyrir fatlaðra. Og það settur umboðsmaður sem fjallaði það mál og hann vekur þar til dæmis athygli á því að í þeim lögum var á þeim tíma talað að við beitingu þeir ætti að taka mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðra. Taka mið af. Og síðan er reynda búið að breyta því að vissu leyti, þannig að þetta er ekki dæmið kannski, en síðan til viðbótar þarna farin svo leið að setja leiðbeiningar, félagsmálaráðherra setur leiðbeiningar, velferðarráðherra setur leiðbeiningar fyrir sveitarfélögin. Ég vek athygli á því að þarna verið að útfæra meðal annars stjórnarskrárvarin réttindi borgaranna. Og þá hlýtur það að koma í hlut löggjafans að setja þær lagareglur með nægjanlega skýrum hætti að borgarinn geti þá fengið þau réttindi sem hann á að fá. Og það líka erfitt fyrir eftirlit með þessum hlutum ef að þetta allt óljóst og óskýrt. Síðan verður þetta í þessum tilvikum oft deiluefni milli ríkis og sveitarfélaga. Sveitarfélögin telja að það skorti þarna á skýr skilaboðum það hvað þau að gera. Og þetta bitnar allt á borgurunum á endanum. Annað sem ég nefni við ykkur og vek athygli til dæmis á máli sem þarna blaðsíðu 82 og lítur nú að starfssviði umboðsmanns. Þið þekkið það að lífeyrissjóðir í landinu hafa lengst að kannski verið til þeirra hefur stofnað annars vegar bara með samningi á sviði milli aðila á vinnumarkanum eða það verið stofnað til þeirra með lögum. Og það hefur verið afstaða umboðsmanns til dæmis þegar lífeyrissjóðbæra starfsmannir ræða þar sem öll réttindin ráðast af lögum að þá sé þetta þannig hluti af samskiptum og kjörum opinberra starfsmanna í samskiptum þeirra við ríkið að þetta lúti eftirlit umboðsmanns. Nú verið að breyta þessum hlutum og færa þetta meira og minna allt yfir í samþykti lífeyrissjóðanna og þá auðvitað búið að taka þetta úr þessu reglu umhverfi þar sem að þetta einhliða lagasetning eða reglusetning af hálfu ríkisins. Þetta frekar ákvörðun þá þeirra sem eru félagarnir. Menn þurfa hins vegar alltaf að vera vakandi yfir því hvort að það eru undir einhver réttindi borgarana sem eru þess eðlis að það sé ástæða til þess að passa upp á að það sé þá einhver reglur málsmeðferð eða úrlausn mála þeim til varnar. Og í þessu tiltekna tilviki þarna, þá lítur þetta að því varðandi söfnunarsjóð lífeyrisréttinda, honum falið á þessum tíma að sinna ákveðni innheimtu gagnvart einstaklingum ekki greiði aðra lífeyrissjóði. Og þá spurningin, þegar þetta hreinsað allt út, allt lagaumhverfi að því varð til opinbera og þetta ekki talið lengur vera stjórnvald, hver þá réttast að þeirra sem fá slíka innheimtu? Veit ekki athyglingar á því. Þannig að ég segi,
Við þurfum kannski alltaf að vera vakandi, nákvæmlega eins og ég var að segja ykkur með þessar samninga. Við þurfum að vera vakandi að það sé hægt að framkvæma þessar reglur þannig að það séu þá þjóni líka því réttaröryggi sem við viljum að borgararnir búi við. Ef við viljum ekki að þið búi neitt réttaröryggi að þessu leitinu, þá þurfum ekki að neinir áhyggjur af þessu. Þannig að bara lokumvarðandi alþjóðasamningana, það er mjög mikilvægt að mínum dómi, ég hef sagt það áður, að menn vinni þá vinnu að breyta íslenskum lögum og reglum samhliða því að menn innleiða þessa samninga. En gerir það ekki bara með því að veita þeim lagagildi, því það skapar bara veruleg vandamál við framkvæmdina. Takk fyrir. Bestu þakkir fyrir þetta. Nú munu nefndarmenn fá tækifæri til þess að spyrja aðeins og ætla ég að fá að ríða á vaði með það. Mér langar aðeins að velta vöngum yfir stöðu svona geðheilbrigðisþjónustu við fanga. Í skýrslu sem settur umboðsmaður Alþingis skrifaði fyrir 5 árum, eða 2013, þá kom fram að brýnt væri að endurskoða fyrirkomulag geðheilbrigðisþjónustu á Litlahrauni. Í bréfi sem umboðsmaður sendi heilbrigðisráðherra í gær 2018, október, kemur fram að langt skeið hafi umboðsmaður skrifast á við stjórnvöld vegna geðheilbrigðisþjónustu fanga, en að enn sé framkvæmd á fullnustu refsinga ófullnægjandi með tilliti til réttindi fanga, með vísan í mannréttindasáttmála Evrópu og stjórnarskrá. Þetta hefur auðvitað komið ítrekað fram í skýrslunni, skýrslu umboðsmanns undanfarin ár, að það sé svona víða pottur brotið hvað þetta varðar. Og mér langar aðeins að bara velta upp því þegar að umboðsmaður kemur ítrekað með ábendingar til stjórnvalda en því einhvern veginn ekki svarað. Já, langar bara að biðja að bregðast við kannski þessu og þessu ástandi sem að þarna er. Fyrsta lagi þá held ég þetta ástand sé grafalvarlegt. Búið að vera mjög lengi. Við höfum staðið í þeim sporum að við vildum ljúka þeirri athugun sem að þarna var kynnt stjórnvöldum 2013 sem að felst á í því að við setjum fram einhver tilmæli og útskýrum þá fyrir stjórnvöldum og þingi okkar afstöðu til málsins. Það sem gerist þessari mildiðinni, við erum í samskiptum við dómsmálaráðuneytið sem að sér framkvæmdina því að varða fangelsinn og síðan í samskiptum við heilbrigðisráðuneytið að því að það er lögbundið að fangar eiga að njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og aðrir og heilbrigðisráðuneytið ber ábyrgð á því. En hvað gerist þá? Þá segir dómsmálaráðuneytið, tekur undir þessa afstöðu setts umboðsmanns í þessari skýrslu og viðurkennir að það sé bara veruleg hætta á að þessi framkvæmd sé ekki að uppfylla mannréttindakröfur. Og hvað gerur umboðsmaður þá? Þegar stjórnvöld sjálf eru búin að segja það að þetta sé ekki að uppfylla þær kröfur sem að meðalans umboðsmaður hafa eftirlit með. Og þá reynir hann enn frekar að knýja á svör. Og síðan sé ég það í þessum bréfaskiptum að dómsmálaráðuneytið er búið að vera að knýja á svör líka frá heilbrigðisráðuneytinu og það virðist vera þetta gamla góða svar sem ég er búin að fá í nokkur ár að það er skipað nefnd í málið eða það sé starfshópur að störfum. Ég sá ekki annað í stöðinni með tillit til þess að við bara getum klárað þessi mál. Við þurfum líka að fara að hefja þetta opgateftirlit sem beinist að þessu. Við þurfum núna að ákveða svolítið hvar við ætlum að bera niður í því eftirliti og við viljum hafa hreint borð að því varðar fortíðina. Ég sá ekki annað fært en að skrifa þá bara gera forsætisráðherra grein fyrir þessu vegna þess að hann á jú að samhæfa þegar að brestur á milli ráðuneytanna og ég sé ekki annað en að dómsmálaráðuneytið hafi reynt að ganga eftir svörum, ekki fengið nægjanlega skýr svör. Þannig að við erum bara í þeim sporum núna, annarkvæmt fáum við einhver svör eða þá við verðum bara að ljúka okkar athugun og tjá okkur endanlega þetta. En vandinn er sérstakur þegar að stjórnvöld sjálf segja þetta er ekki í lagi, við erum hugsanlega að brjóta mannréttindi á þessum einstaklingum. Og þá hefði maður nú haldið að það væri þá stjórnvöldu að þau myndu bregðast við þegar svo sterk yfirlýsing er komið fram. Kannski þá mitt framhald spurning, það er þetta varðandi OPCAT verkefnið. Sko, getur aðeins skýrt fyrir okkur svona í stuttumáli í hverju það felst og hvað gerist þegar að þið sendið svo svarta skýrslu ástandið hér heima?
Það kannski best að biðja Vilhelmínu að segja ykkur aðeins frá út á hvað þetta eftirlit gengur. Já. Því að menn verða líka átt að sjá því að þetta beinist ekki að þetta er ekki allt og viðtakt sko. Já, bara svo ég fái aðeins að segja ykkur frá út á hvað okkar eftirliti gengur. Það sem sagt á grundvelli þessar valfrjálsu bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum. Það er grundvöllur eftirlitsins og það tekur til staða það sem að dvelja einstaklingar sem eru eða kunna að vera sviptir frelsi sínu. Og með frelsissviptingu í bókuninni er átt við hvers konar gæslu, fangelsun eða vistun af hálfu opinberra aðila eða einkaaðila þar sem að viðkomandi einstaklingur, hann hefur ekki leyfi til þess að yfirgefa vistunina vegna úrskurðar eða ákvörðunar yfirvalda eða dómstóla. Og þetta getur líka tekið til þeirra tilvika þar sem að frelsissviptingin er látin átölulaus af hálfu yfirvalda. Þannig að þessar stofnanir hérna hjá okkur sem að kannski helst falla þessari skilgreiningu eftirlitsins eru þessar hefðbundnu stofnanir og úrræði eins og fangelsi, lögreglustöðvar, lokaðar deildir á sjúkrahúsum og ýmis úrræði á vegum barnaverndaryfirvalda. En síðan hefur verið ákveðin tilhneiging til þess að túlka þetta skilyrði eftirlitsins rýmra og þá einnig í nágrannalöndum okkar. Þannig að það verði talið ná til einstaklinga sem eru ekki strangt til tekið innilokaðir en eru í raun ekki færir að ráða ferðum sínu sjálfur, hvort sem það leiðir þá bara af fyrirkomulagi vistunarinnar eða jafnvel ástandi einstaklingsins sjálfs. En þetta eftirlit það miðar sem sagt að því að koma í veg fyrir að pyndingar eða önnur grimmilega eða vanvirðandi meðferð viðgangist og eftirliti tekur til aðbúnaðar og meðferðar þessara einstaklinga sem falla undir skilgreininguna á þessum stöðum. Þetta er tvíþætt eftirlit. Það er annars vegar alþjóðleg nefnd sem að heimsækir þau ríki sem að fullgilda bókunina og síðan þetta innlenda eftirlit sem er komið að fót innan hvers aðildarríkis og umboðsmanni Alþingis hefur nú verið falið að sinna því hér á landi. Og þetta frumvarp hefur verið lagt fram á þingi og er til meðferðar sem að til breytinga á lögum umboðsmann og sem taka mið af þessu nýja hlutverki meðal annars. Við höfum staðið í ströngu í undirbúningi eftirlitsins núna síðastliðna mánuði og ráðnir hafa verið til starfa eins og Tryggvi kom inn á starfsmenn með þekkingu og reynslu sem að sérstaklega kemur til með að nýtast þetta eftirlit. Það er að meðal sálfræðingur og við höfum undirbúningurinn hefur meðal annars falist í því að safna saman upplýsingum, undirbúa kynningarefni, efni til birtingar eftirlit eða heimasíðu, útbúa verklag og ýmis tæki til að nota við eftirlitið, svo sem gátlista og slíkt, spurningalista, svo eitthvað sem nefnt. Og það stendur til að fyrsta heimsóknin, eftirlitsheimsóknin, verði farið núna í lok þessa mánaðar. Og við höfum í því tilviki fengið bara mjög jákvæð viðbrögð við tilkynningu heimsókn og kynningu á eftirlitinu. Og svo stendur til að fara í aðra heimsókn áður en árið er liðið. Og í kjölfar hverjar heimsóknar þá eru setta fram í sérstakri skýrslu ábendingar eða tilmæli umboðsmanns aðgerðir eða atriði sem að betur mega fara í starfseminni, eitthvað sem hann hefur að athuga við meðferð eða aðbúnað viðkomandi einstaklinga og jafnvel svona lausna miðaðar tillögur til þess að bæta aðbúnaðinn og draga úr hættu á illri meðferð frelsissviptra einstaklinga. Og umboðsmaður mun síðan fylgja því eftir í kjölfar heimsóknar hvort að þessum tilmælum er komið í framkvæmd og kannski að síðustu má nefna að umboðsmaður mun senda Alþingi áskýrslu þetta eftirlit með samantekt á heimsóknum ársins, þeim tilmælum sem að sett voru fram í kjölfar heimsóknarna, upplýsingum hvernig og hvort og hvernig þeim var fylgt og ásamt almennu efni. En svona er þess að gert ráð fyrir að þetta gangi fyrir sig. Þetta er auðvitað nýtt verkefni og töluvert umfangsmikið, en eins og Tryggvi kom inn á þá verðum við náttúrulega gæta þess að reyna að stilla væntingunum í hóf því að þetta tekur til þarna afmarkaðra þátta í
í sambandi við aðbúnað og meðferð þessara einstaklinga á þessum ákveðnu stöðum. Takk fyrir þetta. Jón Steindór, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og vil byrja á að þakka ykkur fyrir skýrsluna sem er yfirgripsmikil og innihaldsrík. Ég kannski með hér eins og 2 eða 3 spurningar. Fyrst varðandi erfiðleika umboðsmanns við að fá svör úr stjórnsýslunni. Hann tók nú reyndar fram að það gengi nú oftast vel, en það væru því miður dæmi að svör dræjust úr hófi. Spurningin þá þessi, getum við með einhverjum hætti aðstoðað umboðsmann með breytingum á regluverki sem að með einhverjum hætti knýja hraðar fram svör sem sóst eftir? Það var svona að hafa bara einu. Já, svo við þannig að fyrst kannski getum við sagt það, eitt nú að svara ekki umboðsmanni, þegar þetta orðið svona kerfislægur vandi hjá stjórnvöldum, tilteknum stjórnvöldum, þá spyr maður sjálfa sig næstu spurningar: hvernig þetta með borgarana sem að senda erindi? Og mér var nú á orði einhvern tímann í sumar þegar vorum að ræða þetta, mikið vildi ég hefði einhverja 2 starfsmenn sem ég geti bara senda á vettvang og farið í að skoða þetta. Kannski erum við bara, ég held að við verum átt okkur á því fjölbreytileikin í stjórnsýslunni, hann bara svo mikil að við náum aldrei árangri með einhverjum nákvæmri reglusetningu. Þetta eitthvað sem við verðum fyrst og fremst að höfða til fólks sem að þetta bara nauðsynlegur þáttur í að reka góða stjórnsýslu gagnvart borgurunum að þessu sé sinnt. En þá kemur kannski að því getum við á vegum þingsins reynt að hafa uppi betra eftirlit, og ég held að í þessu tilviki þá ekki þetta að gera það sem bara fara á staðinn og skoða málaskrána og bara átta að sjá þessu. Því miður þá hafði ég enga á lausu, þannig ég gæti ekki sendt menn, en ég hef það mjög sterklega í huga. Ég held líka bara að ef þið takið þátt í þessu aðhaldi sem að við erum að reyna að veita stjórnvöldum það að sinna þessum málum, bæði gagnvart umboðsmanni sem er á vegum þingsins og líka bara gagnvart borgurum. Það er kannski það sem ég hef meira á að gera. Ég getur að lifa við þetta og reynda að skarka í þessu, en hugsaðu ykkur fólki sem að býður kannski mánuði og jafnvel ár. Ekki bara einstaklinga, þetta líka fyrirtæki. Þannig að það er stóra vandamál í þessu. Takk fyrir það. Mér langar aðeins að líka að frumkvæðisathugunum og kannski nefna 2 sem eru í gangi. Það er annars vegar varðandi gröfur í heilbrigðisþjónustu sem er í lið 1 á blaðsíðu 33, og hins vegar svona hvort það er eitthvað hægt að segja sem sagt hversu langt á veg hún er komin, hvernig má vænta niðurstöðu. En síðan kannski sem er liður 15 í þessari upptalningu sem er þá á blaðsíðu 35, þar sem verið að tala upplýsingagjöf og leiðbeiningar stjórnvalda í tilfelli einstaklinga sem ekki skilja íslensku. Og ég þóttist taka eftir því í máliðinu að það væri innan skams væntanleg skýrsla eða niðurstaða varðandi túlkaþjónustu. Mér langar að spyrja í framhaldi almennt, því að nú er það þannig að útlendingum, eða ef orðað þannig fólki á Íslandi sem ekki hefur íslensku á móðurmáli, hefur fjölgað gríðarlega á undanförnum árum og eru 10.000 sem þannig er ástatt um. Og ég velti fyrir mér, er þarna tekið inn líka, þar að segja, ekki bara leiðbeiningaskyldan, heldur hvort og hvernig við birtum reglur á öðrum tungum en íslensku, því að þeir sem annast, auðvitað borgararnir sjálfur, en ekki síður þeir sem annast mál þessa fólks með einhverjum hætti, hvort sem það er í formi réttargæslu eða hvað sem er, þeir þurfa einhvern veginn að hafa tækifæri til að koma áleiðist á annari tungu en íslensku því sem er að vera. Þannig bara hvort að það er svona þáttur í þessari athugun. Takk. Fyrst að því varðar kröfunum til heilbrigðisþjónustu, það má segja að ramminn í þeirri athugun hafi byggst á því að í þá gildandi heilbrigðislögum, þegar við erum að byrja á þessu,
þá sett upp það kerfi að það skal sett heilbrigðisstefna og það heilbrigðisráðherra sem á að koma hana. Það var útfæra það í reglugerð og landlæknir á síðan að hafa eftirlit með því að heilbrigðisstofnun uppfyllir þessar kröfur. Þannig að skilaboð þingsins til heilbrigðisyfirvalda alveg skýr, þið eigið að fara eftir þessari aðferðafræði. Svo fyrir maður að skoða hvað hefur verið gert. Jú, það eru ákvæði í lögunum, það eru ákvæði í reglugerð, en þau segja nánast ekkert. Þau segja, það er nánast engin mælikvarðar. Og hvernig á þá að hafa eftirlit með þessu? Og þess heldur hvernig að borgararnir eða aðstandendur sem að þurfa að sækja sér þessa þjónustu að átta sig á því hvort að hún uppfyllir þessar kröfur. Og við byrjuðum á því að skoða þetta og skoðum eftir ákveðnum upplýsingum um það. Það verður hins vegar að segjast alveg eins og að við erum í ákveðnum vanda með heilbrigðis starfsemina hinu opinberu hér á landi með tilliti til þessara grundvallarreglna stjórnsýslurnar sem að við erum að fylgja eftir. Því að við upplifum það að þrátt fyrir að það hafi nú orðið þar breytingar hér á landi og annar staðar að það í auknum mæli verið að kveða á réttindi sjúklinga og inntak í þessari starfsemi, opinber starfsemi, út frá réttaröryggi sjónarmiðum. Og þá reynir á hvernig, að hvaða marki gilda þessar stjórnsýslureglur eftir atvikum stjórnsýslulög, sérstakar reglur á grundvelli sérlaga eins og rétti sjúklinga, sem að þarf að gæta út frá þessum sjónarmiðum stjórnsýsluréttarins. Það verður að játa það fúslega að það hefur gengið erfiðlega að fá skilning yfirvalda heilbrigðismála hér á landi á því að þessar reglur gildi. Hvernig á til dæmis að standa að því út frá þessum reglum innlög sjúklings? Hvað innlög sjúklings? Hvað að hafna innlög sjúklings? Jafnvel á geðdeild. Þegar maður fær það svör að þetta kom ekki í stjórnsýslu nokkuð við, þá verður maður eiginlega bara kjaft stopp. Og við erum svolítið í þessum sporum núna að safna saman þessum atriðum og það verður ekkit undan því vikist að fara með tiltölulega heildstæðum hætti fram þetta vegna þess að við verðum þá allavega að vita, erum við að tala sama tungumál. Og ég held að það sé kannski vandamálið að því þetta varðar. Við erum að undirbúa hvaða skref við stígum áfram en þetta hefur tafið okkur þegar við sjáum bara þetta muni umfangsmeira. Maður gekk í rauninu út frá því að það væri nú svona sambærilegu skilningur hér og í nágrannaríkjum okkar að þér varðar þetta réttarumhverfi. En þegar þú finnur hann ekki, allavega ekki á þeim stöðum sem þú vildir finna hann, þá hefur áhyggjur. Nú, næsta spurning lítur að þessu með erlenda íbúa hér á landi. Við höfum fundið það í okkar starfi að Ísland bara gjörbreytt. Það komin til starfa dvelur fólk sem ekki skilur og ekki mælt á íslenska tungu í verulegu mæli. Og þið sjáu bara öllu atvinnuleyfi sem að veitt eru og heimildir til dvalar hér. Þannig að við höfum svona verið að taka eftir því að samskiptin við þetta fólk að hálfu stjórnsýslunnar hafi ekki verið með nægjanlega góðum hætti út frá því sjónarmið að þetta fólk skilji, það er úrlausnin sem það fái leiðbeiningar og við settum í gang verulega athugun á þessu og það bara verið að reyna að ganga frá núna áliti þar sem að þetta kemur fram en þá kann kannski að vera að þetta standi ykkur nær en þið hafi kannski áttað ykkur á. Kannski þarf bara að taka betri afstöðu í lögum hvaða skyldur hvíla á stjórnvöldum að þessu leitinu vegna þess að það virðist ekki hafa dugað til þó að það hafi verið gengið út frá því að almennt eigin og stjórnsýslan að koma þeim skilabóðum til þeirra sem til að leita sem þeir skilji. Það ekki því að heilsa í öllum tilvikum. Við höfum og þekkjum þetta vandamál sem að þú nefnir varðandi reglur, lög. Ég held við verðum að segja því miður að það málaflokkur sem í verulegu ólestri. Og við höfum
það verður ekki tæmandi yfirlit. Þú ert nú komin á staðið að fá tæmandi yfirlit þannig að þú stjórnir þann hlut sko, en það sem við ætluðum að reyna að draga fram og hefum safnað upplýsingum eru kannski þessi grundvallar lög og reglur sem að varða sérstaklega þetta fólk. Það bara skiptir máli. Þetta, og ég ætla ekki að segja ykkur myndina sem við sjáum, en hún ekki góð. Við erum bara að vinna í þessu og það laupir hratt núna þessa dagana, en við þorum ekki að segja nákvæmlega hvernig við komum þessu frá okkur. En þetta er mjög víðtækt. Þetta tekur í raun og veru, við fórum bæði sveitarfélögin og Helma getur nú sagt ykkur frekar frá þeim stöðum sem við bárum niður. Já, það voru ýmsar stofnanir og sveitarfélögin sem hafa mikil samskipti við fólk sem ekki mælt á íslenska tungu. Við skrifuðum 25 aðilum innan stjórnsýslunnar með upplýsingabeiðni hvernig samskiptum þeirra væri háttað við þessa borgara og höfum nú fengið þessi svör. Það er bara verið að vinna hörðum höndum að því að ljúka þessu háli. Takk fyrir þetta. Þá er það Þórunn Egilsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég vil bara þakka fyrir ágæta skýrslu og gríðiskoða yfirferð. Ég ætla að vera svolítið á almennu nótum. Umboðsmaður fór ágætlega yfir það að það eru komin aukin verkefni og sem snúa frumkvæðisathugunum og OPCAT og fleirum. En það kemur fram í skýrslunni að það tókst ekki að hrinda í framkvæmd fyrirhuguðum breytingum vegna miðlunar og vinnslu upplýsinga á úrlausnarefnum. Ef að getum kannski farað aðeins yfir stöðuna í þeim efnum og það leiðir mig þá kannski að næstu spurningu að það er aðgengi landsmanna, hvernig hvort hægt að lesa eitthvað út úr því hvaða hópar eru mest að sækja til umboðsmanns, hvort ákveðin landsvæði eða hvort fólk almennt út allt land upplýst eða meðvitað þennan möguleika. Og það hefur verið þróun í og sveifla í úrlausnarefnum, hvernig staðan á þeim efnum. Og svo var kannski eitt í viðbót með breyttum sveitarstjórnarlögum þar sem möguleiki ráðuneytisins til frumkvæðiseftirlits með stjórnsýslu sveitarfélaga verulega eldur og umboðsmaður fór ágætlega yfir það áðan. En það hefur verið kallað eftir verklagsreglum. Er hægt að upplýsa okkur stöðuna varðandi þau mál? Takk. Já, nútíminn nú einfallega þannig að það því lítið að sitja á sínu skrifstofu og afgreiða einhver mál og þau komast ekki til vitundar og vitneskju þeirra sem þurfa að vita af þeim. Í okkar tilviki þá þetta stjórnsýslan, það eru lögmenn sem að sinna þessum mál og ekki síst borgararnir. Þannig að við höfum viljað efla þetta og vorum komin á ágætu skrið þegar við urðum undir holskeflunni með kvartanirnar, gerðum ákveðnar ráðstafanir þarna á árunum 2015-16 til þess að reyna þetta, tókst ekki. Nú erum við búin að ráða einstakling sem er komin til starfa, hefur bakgrunn úr stjórnsýslunni, úr fjölmiðlum, ekki lögfræði, en við höfum sagt, þetta á að vera mannamáli og það er þó alveg gott að vera ekki að láta lögfræðing endilega skrifa þetta. Þannig ég vonast til þess að alveg á næstunni þá getum við séð breytingar á þessu sviði. Þá gerum við ráð fyrir því bæði að auka upplýsingagjöfandi fréttir hvað er að gerast hjá okkur. Það fara fleiri reifanir á málum inn í gagnagrunnin. Við erum með mikinn gagnagrunn úrlausnir okkar og þurfum að gera hann betur aðgengilegar og bara almennt að auka þennan sýnileika og ég vonast til að það gerist. Nú aðgengi landsbyggðarinnar, við höfum nú svo ég veit ekki hvað nokkur stjórnvald gerir það eða annars staðar, að það er búið frá fyrstu tíð hefur alltaf verið birt yfirlit í skýrslu umboðsmanns hvar á landinu þeir sem að leita til okkar eru búsettir. Og auðvitað er það þannig að þetta fennur svo sem svolítið eftir íbúafjölda, hvar fólk er staðsett á landinu, en ég held að við getum sagt það að við erum í tengslum við all landið og miðin líka, því að það fer í raun og tengist nú kannski því sem þú vorst að tala varðandi sveiflur í viðfangsefnum. Því það er þannig að gegnum tíðina þá hafa þessi viðfangsefni svolítið tekið mið af því hvað er í raun og veru að gerast í samfélaginu, hvaða reglum er verið að breyta, þegar verður að skerða smábátasjómenn, það er kannski vegna fjölda þeirra, þá verða þeir mjög ábyrgandi,
þegar verið að breyta reglum í landbúnaði, ákveðna hluti, og þá kemur það til okkar. Þannig að þetta sveiflar svolítið og það líka hefur þó áhrif hvaðan þessar kvartanir koma. Við höfum svo sem velt ýmsum leiðum fyrir okkur hvort við þurftum að gera einhverja sérstakar ástafanir, en það hefur þó ekki verið talið þörf á því að við höfum bara ekki fundið fyrir öðru heldur en að það leiti til okkar fólk mjög víða á landinu. Vandinn, við getum sagt að vandinn umboðsmannir það er ekki vandamáli að fólk veit að það er einhver umboðsmaður þarna. Kannski er vandamáli oft á tíðinu það áttar sig ekki alveg á því hvað hann gerir. Og ég hef sagt það áður til dæmis að því varðar málefni sjúklinga, málefni aldraðra, vissuleyti málefni fatlaðra. Þessi starfsemi er öll meir og minna á vegum hins opinbera og þetta heyrir allt meir og minna undir eftirlit umboðsmanns. Ég hef líka sagt þetta gagnvart atvinnulífinu. Atvinnulífið er í verulegum samskiptum við stjórnsýsluna. Þetta heyrir allt undir umboðsmann. En það kannski koma fáar kvartanir frá þessum aðilum, kannski einhverju leyti vegna þekkingarleysis. Og ég hef líka leyft mér að segja það að því að varða atvinnulífið, þá finn ég stundu fyrir því, og bara fæ það staðfest í bréfum, að það er ákveðin hræðsla oft á tíðum við það að leita til okkar, sem menn óttast á að þeir fái það í kollin. Sveitarfélögin og eftirlitið, verklagsreglur. Já, við höfum fengið upplýsingar það að það er búið að breyta ákveðnum verklagsreglum. Ég er hins vegar ekki viss að verklagsreglur einhverjum sér dugi. Ég held að það þurfi kannski að gera meira og betra átak til þess að efla þetta, því að þetta á líka vera til þess að styrkja sveitarfélögin. Við erum með mörg lítil sveitarfélög, það sem einmitt svona eftirlit. Og við getum bara játa það fúslega. Hér á landi er þetta og hefur verið í allt öðru formi og fyrirkomulagi og þar af leiðandi árangri heldur en í næstu nágrannalöndum okkar. Og þá er ég að mæla þetta út frá möguleikum borgarana til þess að fá betri úrlausn sinna mála. Það var ákveðin tilraun gerð þarna 2011 til þess að bæta þetta. Ég held að þurfa að bæta í. Og menn þurfa að hafa, það gætir ákveðnar hræðslu við að sinna þessu eftirliti. Og hræðslu við hverja? Jú, það eru sveitarstjórnarmenn. Þeir vilja fyrst og bara fá að ráða þessu sjálfir. En megum ekki gleyma því að undir eru borgarar, íbúar sveitarfélagana. Og þeir verða kannski sérstaklega í litlu sveitarfélagum að hafa einhvers staðar vörn. Fá einhvers staðar úrlausn það. Er verið að gera þetta rétt eða ekki? Við getum vonandi í flestum tilvikum niðurstöðu sem verið að gera þetta rétt. En óvissan með hennir fá enga úrlausn. Umboðsmaður Alþingis hefur ítrekkað upplýst stjórnskipun eftirlitsnefnd Alþingis áhyggjur sínar réttaröryggi borgaranna gagnvart stjórnsýsludómstólana, sem er þessi skrifstofudómstólana eða sér skriffinnskuna. Og ég sé hérna á blaðsíðu 51 að þar eru 13 kvartanir störf dómstóla og þar er farið alveg eftir í 1988, það eru 6 og svo framvegis og svo frá því að umboðsmaður hefur verið að nefna þessar áhyggjur sínar réttaröryggi borgaranna gagnvart þessari skrifstofu dómstólana. Þá hafa 2003 fyrst og þá eru 4 og svo var það 2008 minni mig og svo var það 2012 og svo 2016 síðast. Þegar það voru 5 og nú 2017 þá var þetta komið upp í 13 kvartanir til umboðsmanns. Stjórnskipun eftirlitsnefnd hefur brugðist við hvað þetta varðar 2015 og þá ályktar stjórnskipun eftirlitsnefnd að tryggja þurfi betur réttaröryggi borgaranna í samskiptum þeirra við dómstólana. Allsherjar- og menntamálanefnd í nefndaráliti þegar að dómstólalögunum er breytt 2016 kemur fram að þeir hafi ekki tíma til þess að klára að fara yfir þá eftirlit með stjórnsýslu dómstólana en nefna í nefndarálitinu og telur nefndin rétt að breyta lögum umboðsmann Alþingis á þann veg að eftirlit með nefnd dómarastörf og stjórnsýslu dómstólana verði á hendi umboðsmann Alþingis. Og eftir að dómstólalögin eru samþykkt þarna og þessi ábending frá allsherjar- og menntamálanefnd að þá grípur stjórnskipun eftirlitsnefnd aftur boltann og segir að mati nefndarinnar er mikilvægt að bregða þessi ábendingum umboðsmanns Alþingis.
Það lítur sterklega út að þessi skrifstofa dómstólana geti þar alveg brotið á borgurum landsins og jafnvel sjálfum dómurunum og hefa dómarar kvartað undan því sjálfir án þess að sæta ábyrgð. Þannig að ég vil spyrja umboðsmann Alþingis hvort hann geti upplýst okkur réttaröryggi borgarna gagnvart stjórnsýsludómstólinn í dag. Það fyrir það fyrst að taka að ég er náttúrulega ítrekka komið því á framfæri við þingið að samkvæmt lögum umboðsmann þá tekur starfsins ekki til starfa dómstóla og ég þarf alveg til lítið svo á að það væri ekki okkar verkefna fjall þessa stjórnsýslu dómstólana en það teljast þeir ekki til framkvæmdavaldsins og það er annað viðmið að eftir umboðsmanns tekur til framkvæmdavaldsins eins og lögum háttað núna. Ég hef eins og að lýst þeim áhyggjum vegna þess að á síðustu ára er búið að vera að færa viðfáðsefni sem varðar stjórnsýslu dómstólana frá hinni hefðbundu stjórnsýslu dómsmálaráðuneytisins yfir til stjórnsýslu dómstólana sjálfra og þá núna heitir þetta dómstólasýslan. Og ég hef þá sagt þetta út frá sjónarhorni réttindi borgaranna og réttarstöðu þeirra að þá skiptir máli að það liggi klárt fyrir eftir hvaða reglum, málsmeðferðarreglum á þessi stjórnsýsla fara. Það er ekki klárt í dag að það eigi að fara eftir stjórnsýslulögum eða upplýsingalögum. Síðan næsta spurning, telja mér rétt að koma við einhverju eftirliti með þessari starfsemi. Það er pólitísk ákvörðun sem að þarf að taka, hvort að það á að vera innra eftirlit innan dómstólana, byggt upp með einhverjum ákveðnum hætti, á það vera ytra eftirlit, hvar þá að vera. Þannig ég hef nú vonast til þess að ég hef verið alveg skýr það að ég hef haft þessar áhyggjur, ég hef komið þeim á framfæri, ég kom þeim síðast held ég í bréfi til ykkar í aprílmánuð á þessu ári þegar ég upplýði það að nefnd sem fjallar dómarastörf var alveg skýr með það að hún taldi sig ekki eiga að fjalla störf dómara að stjórnsýsluverkefnum innan dómstólana. Ég kemst ekkert lengra með það mál. Það er eitthvað sem aðrir verða að taka á. Ráðuneyti dómsmála hefur litið svo á að nefndin ætti að fjalla þetta, ætti að fjalla stjórnsýsluverkefni dómstóla þegar dómarar eigi hlut. Nefndin segir nei, nú er búið að taka hana undan valdi umboðsmanns. Hún var áður skipuð af ráðherra, nú er hún skipuð af dómstólasýslunni. Þannig að eins og ég segi, ég vonast þess að ég hafi komið þessu alveg skýrt til ykkar og annara og ég verð ekki sakaður eins og ég hef sérstundum að ég sakaður einhverja þöggun eða eitthvað stíð þessu máli. Ég held að það sé alveg ljóst að ég hef bara sagt hvernig staðan er, það er annar að taka á því. Mjög góð skýrslu, takk fyrir. Takk fyrir Kolbeinn. Já, takk fyrir þetta, takk fyrir góða yfirferð. Langar aðeins að margar spurningar sem vakna en ekki takkmarka mig. Aðeins varandi frumkvæðismálin sem er mjög ánægilegt að sjá aukningu í og við höfum svo farið yfir áður. Langar bara svona fyrir forvitnisakir að velta fyrir mig hvernig er ákveðið hvaða mál eru tekinu inn í frumkvæðisathugun, er það eitthvað hort til þess þeirra málaflokka sem er leitað til með ykkar eða ákveðið byggið þar og aðeins umboðsmaður kom inn á að þingmenn væri orðnir mun virkari að taka upp mál og komið fyrir spurnir og þegar mál var einu sem komið inn á borð þingsins var ekki ástæði fyrir umboðsmann að vera mikið í þeim. Er ástæði til að velta fyrir sér einhverjum að þessi nefnd af einhvern hátt komi meira að umboðsmaður komi tíðar hér og fari yfir mál eða er það ekki góð hugmynd að það var einhver hætta fólkin í því að það væri samkrull og sjálfstæði umboðsmanns ekki nógu virt og svo hitt sem ég langar að spyrja varðandi siðareglur því að umboðsmaður kom inn á það að í sjálfu sér þessa góðu spurningu hvað á að gera ef að upp í þessum brota siðareglum eða viðurkennir engin viðurlög fylgja er leiðinni því annarkvort að það fylgi viðurlög siðareglunum sjálfum eða þarf að skoða þá einhver önnur lög og jafnvel að þar segja að það væri þá einhver breytingar á einhverjum öðrum lögum ef við viljum að það sé einhver viðurlög fylgjandi þessu. Takk. Það er kannski svona dæmi eins og varandi frumkvæðismál hvað tökum við fyrir eins og við lýstum hérna varandi þetta með þörf á túlkun upplýsingu fyrir erlenda starfsmenn við sjáum þetta í okkar störfum
og hérna það kannski þetta almenna sem gerist að við bara áttum okkur á því að þarna einhver svona kerfislægur vandi sem rétt og úrræði okkar duga til þess að taka á, draga fram. Við getum ekki endilega bent á sko, að þetta sé beinlínis lögbrot eða það að gera eitthvað sérstak, varpa þau ljósi á vandamálið. Tókum sem dæmið þetta með utangarðsfólki og sveitarfélögin. Kollega mínir þegar þeir réttu að ég var að sýsla við þetta spurði, býtum við ósköpug, af hverju getur þú, það er ekki þetta að fástu þetta. Ég sagði, já, Ísland það þannig að Alþingi hefur ákveðið að sveitarfélögin ber ábyrgð á þessu. Og þá spurningin, hvernig rækja sveitarfélögin þessa ábyrgð? Sú regla er alveg klár. Þannig að þá bara farið og spurt, býtu hvað það að gera? Og niðurstaðan kom þetta fram. Þannig að fyrst og fremst reynum við að gera þetta, auðvitað tökum við líka eftir því sem að gerast í umhverfinu, fjölmiðlum, hér á þinginu og annar staðar, en fyrst og fremst þá þarf þetta að vera eitthvað sem hefur almenna þýðingu, ekki einstök mál, þó að auðvitað sumar okkar svona forathugunum beinist að því að draga það frambýtu við, þarf ekki að gera eitthvað í þessu, sem þá kannski til marsum fleira sem þarf að skoða. Já, ég nefndi þetta að málið tekin upp í þinginu og þingmenn eru virkari. Ég meina það bara hluti að breytum tíðaranda og bara auknu þingi skynjar auki hlutverkskritt í þessu og við sjáum þetta líka hér í nágrannalöndum okkar og þetta kannski þróast með svolítið mismunandi hætti og kollega mínir hafa orðað þessu sama. Það sem kannski vandamálið sem að ég segi við ykkur að við höfum að hafa í huga. Það er mikilvægt að það komi einhverja lyktir í mál. Það sem að maður ofta tíðum og kannski vestu tilvíkinu er það málur eru tekin upp innan þingsins og það er spurt, rættum það á fundi en það eru kannski einhverjir einstaklingar undirliggjandi í málinu. Þetta varðar einhverja hagsmuni. Þeir geta ekki átt að sig á því hvernig endaði málið. Hvað á ég að gera? Einstaklingar segja þetta geta líka verið fyrirtæki. Þannig að það er kannski að huga betur að því að ef að menn annaðborð fara á stað með málin að halvu þingsins að þá sé hugað að því að það sé þá einhverja lyktir mála eða þá að það liggi þá klárt fyrir að menn eru hættir og borgararnir geti þá kvartað eða umboðsmaður tekið málinu upp. En þið vitið það betur en ég að þið hafi fullt frelsi til þess að gera alla þessa hluti og það verður ekkit af ykkur tekið. En hins vegar held ég að við erum bara sameiginlega hugsa svolítið það að það séu þá lyktir gagnvart borgurunum. Nú, siðareglurnar, auðvitað ef að það er niðurstaðan og menn ætla að fara að setja siðareglur í því formi að það varði refsingum eða einhverju viðurlögum, áminningu eða einhverju. Ég meina, menn geta gert það, en þá eru menn kannski bara setja bara hefðbundna reglur. Og þess vegna er þetta sem ég hef sagt líka að setja siðareglur í eitt skipti fyrir öll sem gilda þegar að koma einhverju nýjir, til dæmis eins og ný ríkisstjórn, það bara nota með gömlu siðareglunar, þá fer ekki fram þessi nauðsynlega umræð það hvaða siðareglu viljum við setja okkur. Því þetta er fyrst hugsað sem sannmæli einhvers tiltekins hóps, einhverjar starfseiningar eða eitthvað slík, það hvernig viðkomandi vill standa að þessu. Ef að þið sem löggjafi eða við skulum segja ráðherrar vilja setja mönnum einhver fyrirmæli, þá er kannski eðlilega að það sé bara gert með venjulegur hefðbundinni reglusetningu. Því að vandinn er þessi að þú býr til svona almenna mælikvarða, því siðareglur er í eðli sínu mjög erfitt að orða sem nákvæmar reglur. Þetta eru almenni mælikvarðar. Og viðhormanna, eins og þið upplifum gjarnan í pólitíkinni, viðhormanna til hugtaka og mælikvarða, það er nú stundum misjafnt. Og það er kannski illa gert að ætla einhverjum einum mann út í bæ að fara að reyna að segja að þetta er nákvæmlega svona. Þannig ég held að við verðum að taka þá bara þessa umræðu. Við megum ekki líka heldur vekja einhverjar óraunverulega væntingar. Við verðum að vera sammála það hvaða úrræði er þetta. Takk. Þorsteinn Sæmundsson.
Já, takk fyrir þessa yfirferð sem var mjög góð og svör við spurningum. Ég langaði til að fara aðeins svona í aftur þar sem umboðsmaður ræddi hér áðan hvað illa gengur að ná upplýsingum út úr framkvæmdarvaldinu. Langan tíma og svo framvegis. Það nefnilega þannig að ég fann til samkenndar með umboðsmanni vegna þess að við alþingismenn verðum varir við það meira núna heldur en áður að framkvæmdarvaldið dregur lappirnar í því að svara fyrirspurnum okkar þingmanna. Fyrirspurnum mál sem varða almannahag og framkvæmdarvaldið leggur lykkju á leið sína til þess að reyna að komast hjá því að svara fyrirspurnum. Og nú spyr ég umboðsmann því að hann greinilega að fást við svipaða tregðu. Þurfum við að breyta lögum eða reglum eða skerpa á til þess að það sé alveg klárt að framkvæmdarvaldinu beri skylda til þess að heiðra fyrirspurnir, hvort sem frá umboðsmanni Alþingis eða alþingismönnum sjálfum til framkvæmdarvaldsins. Þurfum við ef til vill að skerpa á þessu, þurfum við ef til vill að breyta einhverjum lögum eða hvað finnst umboðsmanni þetta? Það er kannski bara fyrst að segja ykkur það að ég hef alltaf lítið svo á að það ákveðin ábyrgðar hluti, þú heimild sem ég fer með til þess að senda stjórnvöldum fyrirspurnir og óska eftir upplýsingum. Það ábyrgðar hluta því leytinu til að það kreftu auðvitað vinnu að svara fyrirspurninni og þess vegna hef ég alltaf lagt á það áherslu við mitt fólk. Tökum upplýsta ákvörðun tilefnilega svo ónáða stjórnvöld innan gæsalappa með þessari spurningu. Er spurningin nægilega skýr til þess að við getum fengið svarið án þess að það kosti einhverja verulega vinnu. Það er alls konar spurningar sem geta vaknað sem forvitinlegt að fá svör við. En maður verður að virða þessa stöðu, gera þetta ekki nema það sé fullt tilefni til þess og setja spurninguna fram þannig að það séu góður líkur á því að við getum fengið svarið. Að þér varðar almennt aðgengi upplýsingum, þá þekkjum við það náttúrulega sögunni að það hefur jafnvel farið svo að þingmenn hafi ekki fengið upplýsingar eða þeir hafa svo farið sem einstaklingar og fengið upplýsingar. Það eitthvað sem auðvitað bara þingið þarf þá sjálft að huga því hvort að það þarf að forma þær reglur sem að kveða á aðgengið þingsins með fyrirspurnum og eitthvað slíkt. Ég ætla ekki að svara því, en hitt annað að ég hef haft áhyggjur af því og hef áður lýst því að frumkvæði að því að birta opinberu upplýsingar gera þær aðgengilegar. Við meðum ekki gleyma því að í stjórnsýslunni hjá stofnunum og ráðuneytum þá verða til alveg ógrinn af upplýsingum sem að getur skipt máli fyrir borgarana og fjölmiðla ykkur að fá aðgang að. Og þess vegna var nú gerð svo breyting á sínum tíma og á upplýsingalögunum að stjórnvöld ætti að hafa frumkvæði. Og þá átti að útfæra það einhverju reglugerð og ég fór á stað og spurja býtu allir ekki fara að setja þessi reglugerð. Svo kom nú reglugerðin. Ég ætla ekki að tjá mig núna hvernig hún úr garði gerð. Við erum búin að draga saman verulegar upplýsingar og hluti, meðal annars að því varðar fyrirkomulega á því að skera úr þennan ágreining, að því að segja þessu úrskurðarnefndu upplýsingamál. Þá kemur að þessari stöðu sem að umboðsmaður stundum í, að þegar að stjórnvöld eru farin af stað við að gera einhverja hluti sem að þau boða sem úrbætur. Nú boðað að það er verið að undirbúa breytingar að því varðar upplýsingagjöf stjórnvalda og lagareglu þar Þá var þannig afstaða mín að það veri rétt að hingra aðeins og sjá í hvaða farveg þessi vinna fer. Því það er ódýrt og einfalt að ef að koma fram ábendinga núna að afgreiða þar þá bara með því að við erum að vinna í þessu. Þá þjónar þetta einhvern tilgangi. Ég held að sé betra við syngurum núna og sjáum aðeins hvað gerist, en ég hef sömu áhyggjur af þessu og ég hef sérstakar áhyggjur af þeirri þróun sem að ég merki stundum að stjórnvöld veigra sér sjálfið að taka afstöðu og vísa þessu nánast til þessar úrskurðarnefndar sem auðvitað ekki rétt aðferðafræði. Og það að úrlausn þessara mála taki allan þennan tíma, það bara gengur ekki.
Þannig að það ýmsar svona grundvallar spurningar að þessu leyti sem ég held að við verðum að spyrja, en leifum þá stjórnvöldu núna, fyrst að hafa boðað þau vilji gera breytingar, en þá bara vona ég að það fari ekki eins og þarna með frumkvæðisheimildina. Takk. Óli Björn. Takk hérlega fyrir skýrslun og góð svör. Ég ætla nú að svona varpa ljósi aðeins á beina aðteglina að úrskurða nefndunum sjálfum. Við vorum hér í liðinni viku að afgreiða hér lög til að í rauninni fresta réttar áhrifum niðurstöðu úrskurðarnefndar í ákveðnu máli. Það sem ég hef áhuga á að heyra svona viðhorf umboðsmanns Alþingis almennt úrskurðarnefndir og þá umgjörð sem að við erum með á þeim vettvangi, hvort að umboðsmaður telji að það kunna vera ástæða fyrir Alþingi að huga að úrskurðarnefndum og hvernig við höfum regluverki í kringu það, hvort að úrskurðarnefnd í einstöku tilfellum kunni að ganga of langt í sínum niðurstöðu, og þá á ég nú kannski ekki við niðurstöðuna sjálfa heldur að þrengja möguleika þess sem þarf að hlíta úrskurðinum til þess að annars vegar að betrumbæta það sem miður fer og eða leita réttarsins fyrir dómstóli. Að það sé minnstakosti haft í huga þegar að nefndirnar komast að niðurstöðu að það sé svona einhver meðalhófsregla í gildi. Þannig að þetta er svona mín spurning, og líka hvort að umboðsmaður svona geti gefið okkur ákveðin ráð í því hvert við erum að fara í þessum efnum. Já, ég er nú oft og iðulega á þessum vettvangi og víðar búin að tjá mig þessar úrskurðarnefndir. Byrjum á byrjuninni. Til hvað er verið að gera þarna? Jú, það er þannig að það er talið eðlilegt við uppbyggingu á stjórnsýslu hér og í nágrannalöndum okkar að hún sé allavega á 2 stigum. Það er að segja að borgararnir geti leitað endurskoðunar á ákvörðunum. Þetta þróast í þá veru að áður var þetta meðferð þessara kærumála samhliða því að hafa eftirlit með lægra settu stjórnvöldum hjá ráðuneytum og ráðherra. Hvað gerist þá? Jú, það er gert ráð fyrir þau í ráðuneytunum sést til staðar sérstök þekking á viðkomandi málaflokki, væntanlega svo besta sem til í stjórnkerfinu. Þessar kærur og ábendingar og erindi sem koma til ráðuneytis fela líka í sér upplýsingagjöf til ráðuneytisins framkvæmd lagana. Er tilefni til lagabreytinga, ráðherra hefur þá einstöku heimild að hann getur farið til þingsins og beðið breytingar. Hann getur líka breytt reglugerðum. Hann getur haft ýmsa stefnumörkun á sínum vegum og breytt framkvæmd og slíkum. Þar að leiðandi var gengið út frá því að valdheimildir kæru stjórnvaldsins væri mjög rúmar. Hann gæti í raun og veru gert það sem að næra setta stjórnvaldi gat gert til þess að bæta málið, og allt miðar þetta að því að niðurstaðan sé rétt. Það er að segja borgarinn, hann fái rétta úrlausn sinna mála í samræmi við lög og reglur. Svo þekkið þið nú kannski þá sögu að það fyrir að bera á því að það fyrir að koma svona sjálfstöðum úrskurðarnefndum. Við höfum auðvitað gömul dæmi eins og yfirskattanefnd, þar sem ákveður á sínum tíma að taka þennan málaflokk sem er mjög sérstakur, vegna þess að þar er ríki líka skattkrefjandi og það getur verið eðlilegt að hafa það fyrir utan þetta system. En þá hef ég líka sagt, og kannski eru skattalögin svona dæmi, það voru það allavega dæmi það, að þegar það farinni þessi leið, það er að segja að fara með þetta út í bæ, þá er mjög mikilvægt að reglurnar sem verið að prófa séu skýrar. Það reyni ekki allt og mikið á þetta mat sem er jú svo áberandi í stjórnsýslunni. Nú síðan fjölgar þessum nefndum, við sáum dæmi það að ráðuneytin töldu þetta góða leið til þess að fá hugsanlega meiri peninga til að sinna þessu, losna við leiðinleg pólitísk verkefni, óþægileg verkefni. Nú síðan gerist önnur réttaþróun sem að þið þurfið að hafa í huga, að á svona fjölþjóðlegum grundvelli eins og hjá Evrópusambandinu og víðar, að þá er hérna tilheng til þess að það sé komið upp svona sjálfstæðum úrskurðarnefndum eða úrskurðaraðilum utan við hið pólitíska kerfi.
og ég hef sagt eins og, ég meina, kannski bara Brussel búin að gefast upp á stjórnmálamönnum og vill helst hafa þetta í kerfinu, en gott og vel, þetta er hérna aðferðarfræði í vissum tilvikum og menn eru þá að sækjast eftir því að þarna sé einhver leiti frekar óháðir aðilar, þeir hafi þá hugsanlega frekar í fagþekkingu og þetta sé ekki, þetta verið að fjalla í þetta pólitísku valdi. Ég hef hins vegar haft verulegar áhyggjur af því að þetta í raun og veru að verða algjörlega til hliðar við hefðbundna stjórnkerfi okkar. Það eru valdir í þetta gjarnan einstaklingar sem hafa í sjálfu sér ekkert sérstaka þekkingu á þeim málefnum sem þeir eru að fjalla Þetta eru kannski lögmenn, dómar eða eitthvað, það ágætis lögfræðilega þekkingu, en koma ekki inn í þetta starf með þessa sérfræði þekkingu sem að menn voru að sækjast eftir í ráðuneytunum. Þannig að í framkvæmd verður þetta verður starf sem að líkist meira og minna bara úrlausnum dómstóla og menn upplifa sér svolítið þannig. Ég hef átt í ákveðnum erfiðleikum með þess að nefndir að fá það til dæmis til þess að fylgja stjórnsýslulögum, fylgja þeim reglum. Nú það er kannski hægt að segja frá því núna því það er búið að slá þá nefnd af. Ég var í miklu stímabraki við kjararáð, segjandi við þá, þið eru stjórnvald. Þið verða að gera einhvern leiti grein fyrir því hvernig þið komist að niðurstöðunum. Og svarið var náttúrulega að þetta kemur þér bara ekkert við. Við erum bara ríkinu. En ég held að þar hafi nú banabitum verið. Að menn fóru ekki eftir þessum grundvallarreglum. Þannig að ég segi við ykkur að ég held að menn eigi að skoða þetta svolítið vel. Erum við að ná því réttaröryggi borgarana sem að er æskilegt að hafa með þessu, að geta prófað þessar ákvarðanir. Ég er ekki viss að það sé í öllum tilvikum með þessu fyrirkomulagi. Nú að því var allir mist þetta atriði þá hérna sem að verða að nefna núna síðast, þá höfðu allir mist komið á mitt borð á sínum tíma álita efni þetta með heimildir til frestunar réttaráhrifa hjá úrskurðarnefndum. Ég hafði lýst ákveðnum sjónarmiðum það sem ekki var, nefndin féllst ekki á. Nú, ég meina, hún er sjálfstæð og það er ekkert við því að gera og þá verða menn kannski að takast á við þá stöðu. En eins og ég segi, ég held að menn að nálgast þetta fyrst og ennst út frá því erum að ná þeim árangri með réttaröryggi borgaran í huga. Og ég nefndi hérna við ykkur að nú er auðvitað komið til að menn bera í vaxandi mæli fyrir sig eitthvað sé ekki samræmi stjórnarskrána, mannréttindasáttmála og slíka reglur og hérna þá vaknar svo spurning. Nú hefum við gengið út frá því almennt í okkar réttarskipana það sé fyrst og ennst dómstólan að taka afstöðu til þess hvort að lög eru í samræmi við stjórnarskrána. Hvað á þá að gera með þegar borgararnir bera fram slíka hluti fyrir nefndunum? Og það eru svona nokkur svona tilvika núna í farvatninu hjá okkur sem að koma til ykkar og þið sjáið. En ég held eins og ég segi, ég held að menn eigi að vera nokkuð krítískir á. Það geta verið einstök svið þar sem þetta er réttlætanlegt. En ég segi líka við ykkur að með þessu hérna fyrirkomulagi þá erum við að draga úr því að ráðuneytin séu upplýst þá réttarþróun sem er eiga sér stað á viðkomandi málefnasvið. Við höfum upplifað það til dæmis að því varðar hérna þróun almannatryggingaréttarins. Við sjáum ekki að það komi nein viðbrögð. Fyrir þá kannski að þeir fá áminningar einhvers staðar annars staðar frá. Takk fyrir þetta. Hildur. Já, takk. Takk fyrir góða yfirferð. Það er þegar komið fram það sem ég ætlaði að spyrja, nema eitt sem ég langar að fá að forvitnast um. Fyrir rúmu ári síðan þá kom umboðsmaður fyrir þessa nefnd að beiðni hennar til þess að lýsa því áliti sínu hvort að, ef við getum sagt eins og að embættisfærslur í máli sem var kennt við uppreist æru gefu tilefni til að fara, eða umboðsmaður myndi fara með það í frumkvæðisathugun. Og umboðsmaður lýsti þeirri skoðun sinni að svo væri ekki, að eftir að hafa athugað málið lægi ekkert fyrir sem gefi tilefni til slíkrar frumkvæðisathugunar. Og ég er bara eins að velta fyrir mér, ég finn ekkert þetta
í skýrslunni. Ég að velta fyrir mér það vegna þess að út af því að umboðsmaður taldi ekki ástætt þess að fara í svona formlega vegferð þessa máls er því þá sleppt. Það var nú bara það sem ég að velta fyrir mér. Hvenær var þessi fundur fyrir ekki? 21. september 2017. Það var ekki að beiðni þingsins. Nefndarinnar, jú. Þess vegna er ég að forðast hvort að þá sé ég held að við höfum bara, eins og ég segi, það er ekki getuð alla þá fundir sem ekki að má og svoleiðis, þannig að við höfum ekki talið tilefni til að taka þetta inn í. Nei, ég skil, ég vildi bara. Ég held að því það verði alveg upplýst það sem þarna fór fram og allt svoleiðis, sko. Það verður ekki allt sett á trykk í þessari skýrslu. Við reynum alltaf að stytta hana. Þetta ertu hér tíður gestur hjá okkur. Já. Það hafa ekki fleiri óskað eftir að fá að bera fram spurningar, þannig að ég held að við séum bara meira segja innan tímamarka og vil ég þakka æði gestum og nefndarmönnum kærlega fyrir hnitmiðaðar spurningar og hnitmiðuð en þó upplýsandi svör. Við höfum þetta ekki lengra í dag. Takk kærlega fyrir komuna, kæru gestir og nefndarmenn. Fundi slitið.